Góða gestir, nú komum við hérna aftur. Já. HSI TV, hvað þetta kallar núna? Já. Og maður nýta okkur aðstöðuna hérna á Hauka TV að halda þessu gangandi. Næsti leikur, Herbert Ingi Sigfússon er kominn. Ég skipti Gísla Rúnar út hérna fyrir reynslumeiri leikmann. Já. K.A. Þór IBVF. Hebbi, hvernig fer þetta? Hvað er líkundan í þessu? Ég myndi nú segja að þar sem að K.A. Þór eru ofar í deildinni, þá myndi ég nú halda að þær verður síður stranglegri. En þetta er einn leikur. Já, þetta er einn leikur og getur allt gerst eins og sást bara í síðasta leik. Já, það var magnaður leikur hérna í fjórflokki yngri. Já. Haukar stálu sigri í raun og veru. Stálu 3 boltum á síðustu mínútunni og unnu leikinn. Já. Úr því sem komið var. Já. Við tökum svona, förum bara yfir liðinu það ekki svona þegar þetta líður á, með svona erum að finnast þessu öllu saman. Það má nú alveg búast við því að séu nú ákveðni póstar í sikkur liðinu sem vera meira áberandi en aðrir. Ég verð að viðurkenna það, ég hef ekki þjálfað sjálfur í þessum árgöngum. Nei. Ég er svona að finnast þessum stúlkum bara svona as we speak, sko. Já. En Bjarni Viggósson og Jón Karl að dæma þennan leikurinn. Það sem er svona áhugavert við bæði þessi liði er svona að þetta eru mest megnis stelpur sem eru á yngra ári í báðum liðum. Það er svona 1-2 í hvoru liði sem eru á eldra árinu sem eru fæddar 2006. Ólíkt að vera í kallaboltanum, þá erum við bara með 1 flokk kvennamiðin í 4. flokki. Já. Til þess að ná meiri fjölda. Já. Sjáum hérna IBVF byrjar með boltan. Það má reikna með að þær reyna að leita svolítið af henni Herdísi hérna nr. 7 á línunni. Gífurlega sterkur línumæður sem hefur verið að spila með U-liði IBVF í grillinu. Dóttir með Viktoríu Örfenda hérna fyrir utan, dóttir hennar Hrafnindar. Já, Alexandru segja. Hérna Örfenda, já, sjáðu. Og það er bara fyrsta. Beint í þetta að play, við vorum fljótur að lesa þetta. Já. Vel spilað. Og gult spjald á leikmann með 37. Já, Kristín Birta Líndal Gunnarsdóttir sem er einmitt dóttir þjálfarans hjá K.A. Þór. Það vill nátt vera svona, það eru þjálfarabönn í... Já, það er nú bara báða. Alexandra. Sjáum bæði lið hérna í 5-1. Má reikna með að hérna mæði mikið hérna á sterk fyrta á. Það kemur okkur ekki óvart að sjá IBVF í svona IBVF-vörn. Já, 5-1. 5-1. Sjáum hérna Lítja á punktinn. Já, fyrsta tempó bara. Laufulegt á fyrsta tempói. Hún mun líklega sperað hitan og þungan af þessu K.A. Þórsliði. Já. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Þetta spilast. Þetta er vinstri skiptinu í IBVF, leikmann nr. 11. Birna. Opna fyrir horni. Já, vel spilað. Vel spilað. Já. Gott slút. Neglir upp í ferðandi. Já. Vel spilað. Það var... 2-1 fyrir IBVF. Áfram gang. Það er hraustlega í hana. Það er hraustlega í hana í loftinu. Gult spjald. Dómararnir herða strax tökin á þessu. Já. Kannski verðt að nefna þá að það er hérna Jón Gart Björnsson og Bjarni Viggósson. Það er náttúrulega fyrir okkur í dag. Mótna Jóki. Árás. Já, IBVF-vörðin er sterk. Já. Það hefði ég að fara í breiddina. Já. Góð vörð IBVF, mjög sterk.
Boltinn er komin upp. Yes. Þá kemur skotið. Vel varið. Glæsilega varið. Bernardita. Bernardita Sif kom með 1 skot varið. Gaman að fá svona 2 utanbæði. Já, skemmtilegt. Utanbæði stórveldin. Já. Finna línuna. Já. Herdís Eiríksdóttir búin að fiska 1 víti og skora 1 mark. Já, við erum eftir að sjá mikið til hennar. Gíska ég á. Gaman að sjá hvernig KF Þór ætlar að leysa þessa vörn. Það virðist svona svolítið sem séu dálítið með þar hérna varnarlega. Já. Taktíkar að fáum að sjá hérna. Þær spila hörkuvörn. Ég fór með Haukalið til Eyja í 8. úrslitunum og áttu erfiðleikum með að leysa vörnina. Það var að spila þetta fínt. Já. Tapaði bolti. Alexandra. Alexandra og Birna inn í skittunum. Já. Birna María. Við mig, er það Birna og Birna hérna? Já. Birna Dís og Birna María. Já. Alexandra, vel varið. Skot, vel varið. Arna Dögg. Sækja hratt, KF Þór. Rauðningur, þetta er hárréttur dómur. Þetta er hörkuvörn, góð vörn. Já, að dribbla upp, Birna, hornið. Sara. Sara Margrét. 2 mörk. Mér finnst vera rosa góð holning á IBF-liðinu, ég hef að segja það. Það virkar mjög samfærandi, en þetta getur verið fljótt að breytast. Sáum það nú hérna áðan í síðasta leik. Það er nú, IBF er nú þekkt að vera svona stemningslið. Já, þeir eru það. Það var nú fyllt þess að höll í okkur hérna ásvöldum nokkur sinnum. Já. Þetta er við 2 mínútur. Já. Peysutrók. Ég verði að segja það, ég sá þetta ekkert, maður sjá. Ég sé þetta ekkert sérstaklega vel hérna, að þetta sé brottvísun, það er að segja. Nei. Við verðum að treysta dómarunum. Já, við gerum það. Það eru reynslumiklir. Já, og missir hann, tvígrip. Rétt. Þjálfari KF Þór er byrjaðar að munda. Timeout-spjaldið. Timeout-spjaldið. Ég ætti að fá að sjá timeout bara hérna mjög hljótlega. Það er smá skjálfti hérna í norðanstúlkum. Já, svona sóknarlega svona ráðleysislegt. Já, ná ekki alveg tempói og svona. Já, góð finta. Já, dauðafæri. Framhjá Birnu Dís. Lydia kemur á þetta og markið. Lydia Guðþórs. Fjögur 2, þær þurftu þetta. Já. IBF hefur verið að fá mjög góð færi í sínum sóknum. Já, það er að ná að leysa þetta vel. Spilum við hérna í gegn einu færri með að segja. Boltinn gengur vel hjá þeim. Já, vel gert. Vel varið. Flott sókn. Eintilega vel spilað. Alexandra fær gott færi í horninu og vel varið. Fjögur 2. 15 sekúndur eftir að brottvísuninni. Og Þór ætti nú að finna gott færi hérna, einu fleiri. Var í innleysingu, þetta er athyglisverð nálgun. Já, vel spilað. Og Lína. Flott slútstamt. Já, vel slútað. Flott umgjörð hérna ásvöldum hefði. Já. Það var mjög flott svona, hvað sé að venue eða hvað sé. Já, og vel mætt. Mjög góð mætt, frábær mæting bara á alla leikir. Já.
Það kannski gleypir ekki alveg eins og höllin, Laugardalshöllin. Nei, nákvæmlega. Vel stólinn bolti. Allar alla leið. Og mark. Við skorum öll mörkin. Já. Grafarþór. Þetta áttum frá aðtilu, stál boltanum í vörðinni og driplaði allan völlin og skoraði. Við sjáum að þær eru mikið að leita af Herdísi inn á línni. Já, það getur kostað að tapa á bolta líka. Já. Í bland. Já, farar aftur í þetta hérna. Já, þetta er nefnilega hættan. Akkurat þetta. Þetta er fyrirsjáanlegt að sé verið að leita að sendingunni en ekki skotinu. Já, vel spilað. Já. Kristín Andrea. Já, vel spilað. Já, þetta er fljótt að breytast eins og svo. Já. Allt í unni áttan aðeins afslappaðari og betri, Grafarþór. Farnar að þétta í kringum línumanninn og þá svona færðu þessa stolnu bolta og ódýrum mörk úr hafnum. Já, það þurfa hérna nöfnum, það Birna og Birna að halda fram að finna sig í gegn, koma sér í stöður. Já, hana, Hávaxinn og stæðileg í markinu hjá Grafarþór. Já. Arna Dögg. Við veitum eina af þessu sem er á yngra ári. Já, við erum bara að vera að gera góða hluti í yngurlokkanum við höfum þarna fyrir norðan. Já. Það er bara, ég finnst mér að gaman að sjá þessa markmenn sko, frábær í markinu áðan á strákaleiknum. Þannig kemur Alessandra með æsilegt mark. Mitchurinn fyrir utan. Það er einmitt að gera þegar að fara að skjóta fyrir utan, þá aðeins kannski tróðar KA-stelpur aðeins framar og þá opnast með ennþá meira fyrir Herdísinn og línni. Þannig málið, þú verður að taka skotin. Já. Vel gert Bergrós. Heppinn að fá ekki 2 mínútur hérna. Og hún er spræk. Það gæti ekki verið jafnara. Já, það er hárrétt. Það er bara ekki hægt. 5-5 er bara að sé aftur og það getur orðið. Þetta er fjör. Spurning hvort við fáum annan svona spennandi endi eins og í síðasta leik. Naglbít, okkar hlaðan. Ánum sveiflukendari leikur kannski. Já, Birna. Yfirtalan kominn. Það eru svona næst í þau IBF. Það er ákveðin stöðu komnar upp en svo þarna, það fer ekki inn. Þannig að mæta bara meira tempo í hóttamæðurinn og fara inn. Já, erfitt þegar sendingarnir eru svona ónákvæmar. Já. Alessandra, Birna Dís, nú fyrir hann inn. Nei. Kynur. Þórir ekki inn, greið. Góð vörð hjá Grafarþór. Já. Ástillar upp fyrir Herdísi. Új, já, frákast. Döðafæri á horninu. Vel varið. 3 skot varinn, markinu. Já. Já, missir hann ætlaði. Við fá meira harpiks á boltar. Hún heimtar meira harpiks á boltar, Bergrós. Já. Vantar meira á hann, þetta hef ég ekki séð áður. Ég held að leikmennir hengir sér bara harpiks á spötana. Skiptum bolta. Gakk. Já. Þannig að KA TV er á staðnum. Já, þeir eru að taka upp fyrir með öll liðin sín hérna, öll fjórflokksliðin sín. Þeir eru að gera vel hérna fyrir norðan. Vel varið. Vel varið spennandi. Báðir markmenn að komast vel inn í leikinn. Já, varnirnar eru þéttast. Þetta verður bara mjög flottur leikur. Já. Það er þess merki. Þetta verður ekkert 40-15 en það var hérna hreðalokki kvenna síðustu. Nei. Föstudaginn. Það sýnst ekki. Nei, við vonum það líka. Við vonum það.
leysir, fær hann aftur. Já, skemmtileg útfærsla hana. Já, þetta er skemmtilegt. Hann er að verja vel. Jæja. Kemur aðgerð, hún leysir inn aftur. Fær boltan. Aftur á Já, hana. Og Já, vel gert. Einmitt að búa til flugbraut fyrir hana. Já. Hörku skytta. Hörku skytta. Og Tintil. Rafnir Skurlóttir var ekki smá skytta hérna í Sven. Og Viktor Hafnirnar. Já. Nú erum við að fengja eitthvað handbolta uppveldi. Já, það er í hendunum. Vel spilað. Glæsilega spilað, það er nú að stíga línuna, þetta er klaufalegt. Já, vel spilað hana hjá Lídíu. Sjáum að hún er að taka flestar árásir hana hjá K.A. Þórsliðinu. Já, hún er svona stjórnar þessu. Þá koma þær. Heiðastúlkur, Alessandra, hún neglir þessu bara. Já. Núna verður þær að fara að stíga út. Hafna Dögg er alveg í boltanum, en þetta er núna leikurinn, þetta er fast. Já, vel spilað. Já. Sara María Jóhannesdóttir skorar í hægri horninu. Hún bjóð þetta til, hún Bergrós með góðri fintu. Já, hún er sprækjast með Bergrós en Já. skiptir. Já. Þarna. Ef hann fær boltan í hendurnar, þá er þetta alvöru vesen. Þetta er hættan og núna Alexandra búinn að vera að skora fyrir utan. Það þurfa að vera að stíga út, þá opnast fyrir Herdísi. Það eru að fara að keyra hérna IBVF á einn hægri, örugglega alveg endalaust. Káastartuna, það er Árni Júki, áfram með boltan. Þetta er svona smá stýrt, það þurfa að ná aðeins meira tempói. Vel spilað, það er ábæðilega spilað. Vel gert hjá Auði, verið slútað og aftur var það Bergrós sem bjóð þetta til. Aftur kemur einn hægri og yfir. Já, hún neglir þessu. Já, ágætið skot, sláinn yfir. Þetta er búið að vera að ganga, þá bara heldur þessu áfram. Já. Búið með skrefin, þetta er rétt langt. Já. 8-7 fyrir IBVF. Langt liðið fyrir hálfleikinn. Já. Bergrós. Skiptum stöðu. Góð vörn fyrir IBVF, frábær vörn. Já, vel spilað. Góð varnarleikur. Já, frábær snöggt tilbaka. varnarleikur. Það fyrir framan hana. Getur verið stutt á milli þessum brotum, en Já. það var vel gert hjá henni. Góð vörn IBVF hérna, þenstu. Já. Við erum
mikið að spila hérna bara á hornajúkan og vilja fá árás á bakverðin þarna meginn. Hún hérna Ásdís sem að spila hægra horni og alltaf leysinn. Hún á yngri árinu og rauninni í upplæginu línumæður. Þannig að ég sjá að hún að leysa mikið inn og að standa hörku vörn hérna. Reynir Alexandra að negla boltan minna á hana. Það var svolítið erfitt, þetta var ekki góð séns. Yfir og spilaðu, eina sendingu við beitt. Það er að pæli hverju alltaf rekka út af fyrir þetta. Sammála þessu, sjáum þetta hérna. Þetta er rétt. Það er leikmann nr. 5. Það er ekki út af. Sara Margrét, ekki marka manneskja. Já, og þá aftur einu færri. Sjá hvort hann á að nýta þetta aðeins betur en hérna fyrr. Já, þeir spilaðir hérna. Hornajúkan, árás, opnaðir hornir, þeir spilað. Hún er bara svona leggjan. Þetta er vel skotið. Það er engin sprengja í þessu skotum, hún er bara að setur hann. Hrafnhildur Ósk Skúladóttir tekur leikli, stöðunni 8-8. Þetta er bara flottur leikurhefni, við erum á góðu leikir hérna. Jóngátt og Bjarni hafa dæmt þetta stökustu fríði. Góð tök á þessu. Vilja oft verða að spilast öðruvísi þessi leikir í svona HSI-leikir. Þetta er svona öðruvísi að því að þá ertu ekki, þessi flokkar eru náttúrulega vanir í að vera með að það eru félögin sem eru að skaffa dómara og svona, þannig að þá verður svona línan í dómgæslunni verður önnur. Yfirleitt mun strangari, fleiri sóknir, undirtölu og yfirtölu, það gerist bara mun sjaldnar í... Sem er bara eðlilegt. Það læra krakkarnir mjög mikið á þessu leikjum. Já, nákvæmlega. Herra spennustöð líka og svo... Já, það er bara upplifun fyrir þessa krakka að komast á dúkinn og svona í svona stórri umgjörð og svona. Þetta er bara... Gefur mikið. Já, gefur þeim mikið. Tekur ekkert. Nei. Það er einmitt það sem þau þurfa að gera er að njóta þess. Það er forréttindi að fá að spila svona. Ekki að vera í einhverju stresskasti. Jæja, gaman að sjá hvað Hrafnhildur hefur lagt upp hérna. Nú erum við komið hérna með hinn, línumaðurinn. Alexander kominn í hornið. Kominn hérna yfir, Alexander í hornið, já. Ásdís kominn á... Það er náttúrulega einu færri hérna þá. Já. Það tekur ekki markmann úr markinu, það spila bara 5. Já. Og svo yfir, vel spilað. Vel gert. Vítakast. Hárrétt. Fer inn í teig. Þetta er klauðulegt að hafa þó varnarlega. Það er svolítið einfalt. Sjáum við hérna, stígur, stendur inn í teig, númer 15. Ásta. Nei. Auður, stendur inn í teig. Alexandra. Neini. Það er bara framhjá. Þetta er framhjá. Opinn. Það er bara að skora næsta skoti á Frankak. Það er bara komið, sjáum, að nýtti Ívidsson vel á þann. Rúmlega 20 sekundur í hanninn. Góð vörn. Það er svo stutt að milli þessum línusendingum. Það er alveg annarkvort eða. Það var svona... Já, alltaf sé ekki skref. Já, það er allavega kannski hægt að bjarga sig með því. Já. Já, komin inn úr Sara. Lína. Já, Lína. Það keyra á þetta, Eyjastúlkur. Já. Já, það var bara ekki dæmt. Já, sjáum að þær eru... Sara Margrét er komin úr horninu í skyttuna og er búin að skipta bara út skyttunum og hornamönnunum. Það er bara búin að svissa. Já.
Kemur út. Og svo hann yfir á... Vel spilað. Íta lykt að þessu. Vel gert. Við erum mæta vel á bolta og Ásdís. Já. Það sem að skapa þessi færi. Og blokkering hérna. Já, hanna. Vel spilað. Erfitt að stoppa þetta. Þetta var frábærlega útlægt. Hún gamla góða blokkeringin hérna Já, bara á kom út. senterinn. Þetta er svona pick and roll. Já. Vagg og velta. Vegg og velta. Já, góð vörn. Við erum að fá frábæran leik hérna. Ég er ánægður með góð stemning í stúkunni. Já. Og flott mæting hjá utanbæjarliðunum. Það er bara mjög gott. Verðu? Já. Það mættar dæma leikta þetta. Aftur kemur sendingin í hornið. Og hann er lína. Það er svolítið svona ekki alveg að finna línuna. Hvar línan er. Nei. Öðruvísi teigur og öðruvísi umgjörð og Já. tekur smá tíma að finna rytmann í þessu. Já. Þetta er svolítið dýrt svona í góðum færum. Já, af því þær eru að spila sig í góð færi. Fá ekki skotið sko. Já. 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik, 9-8 Já. fyrir IBF. Geta komið með sér 2 mörk. Það finnst mér alveg lykt af vítakasti. Já. Það verði inn á sig. Ég hef ekkert verið hissa. Hendin er komin upp. Hreyfillin er komin upp. Já. Þeir stoppa þetta bara strax. Ræðingu. Tappaði bolti. KF keyrir hraðaflöp. Já. Bruna hérna upp, kemur í lofti, skot, stöngin inn. Kristín Birna Lyngdal Gunnarsdóttir. Sitt fyrsta mark. Hérna hægra horninu, 2-2 hérna, Alessandra, skotið, vissulega gert. Skoðum bara með 5 mörk, Stefán. Það eru flotta sleggjunar hérna fyrir utan. Heldur betur. Já. Pappinar eru á trommunum, ég sé það. Já. Leiðir þetta trommu. Það styðja sínar konur. Já, þetta er bara geggjað. Trommaður, hörku árás, góð góð varnarleikur. Þetta er það sem gerir þessar IBF-ur. Koma 2 og taka 1. Já. Það var erfitt að hnoða sig í gegnum svona varnarleik. Já, góð varnarleikur, 15 sekúndur eftir, IBF keyra upp. Ég hefði haldið það. Það er ekki mikið að flýta sér. Nei. 5 sekúndur eftir, nú er gott að fara að koma sér í skotið sko. Já, sjáðu. Já, Ok. 10-9 hérna í hálfleik, það er bara hörku spennandi. Við tökum okkar pásu. Smá pásu.
áhorfendur góðir. Þá er það seinni hálfleikur að hefjast sem frábæra leik IPVF og KA Þór, 4 lög í penna í Coca-Cola bikarnum. Og það eru KA Þór sem hefja leik og ætla sér sennilega að jafna leikinn strax í fyrstu sókninni. Já. Klárið þetta, Herbert? Já, við sjáum hvort við sjáum einhverja breytingar hérna eftir hálfleikinn. Já, hún er komin í vinstri skiptunni hérna. Já, það eru búin að skipta í skiptustöðunum. Já. Kristín og Bergrós. Og hörku árásir hérna, hörku átök. Sjáum hvað við fáum hérna. Halda áfram hérna í stöðuskiptunum hérna megin. Já, það ná bara ekki að ná. Over. Já, þetta er tapað bolti. Það er að hafa bætt töluvert í stuðninginn í stúkunni, vestmanningarnir. Og dæmi skref að Jóngard. Sennilega hár rétt hjá honum. Sjáum hérna. Grós. Hanna. Vel gert. Tvö mörk. Bergrós spila svo hérna fyrir framann í 5-1 vörninni hjá KA Þór. Frábær línusending, vel spil og vel slúttað. Stýður hana vel út. KA Þór, Bergrós, Víktsökki myndi fyrir aftan hana, ekki svo breytt. Það er ekki nógu hratt. Nei, þetta gera aðeins hraðar. Já. Tökur Bergrós miðjuna. Hörku skot, það er gripið. Veit ekki að Sif, þessi þriðja skot, það var samferðandi. Já. Lappaði hann í hornið. Það er ekkert mark komið í seinna hálfleik. Nei, jú. Sikkvort markið. Sikkvort markið, djók. Það tjekkum hvort að vera vakandi. Já. Það er steinbláðar hérna. Hörku skot yfir. KA Þór keyrir á þetta. Bergrós. Já, hoppar upp, lína. Það er rétt. Fyrir haldinni, þetta er hárrétt. Sjáum að hérna. Sjáum. Okay. IPVF að fá brottsunni í þriðja skipti í leiknum. Já. Önnu Brottusson. Það er að lenda svolítið aftan í þeim. Já. Þetta er gott krydd á þessu svona finnst mér en líka á síður. Sjáum hérna núna er það 4. Það er að spila. Þetta stöðuskipti hérna. Hoppar upp að hægri.
Lydia skora sem 4. mark. Þetta geti verið stór vendipunktur í leiknum. Já. Það er gera vel hérna. Já. Það reyna að taka sér góðan tíma í þetta. Stelpurnar eðlilega. Eðlilegt. Sjáðu. Sérstök sending þarna. Einsitur eftir. Nei, spilaðu boltanum. Já, skrítin ákvörðin alltaf að drippla alla leið sjálfur þetta. Já. Það koma örugglega eftir henni í stöðuskiptin eða hornajúkan. Já. Klaufarlegt. Já. Svona skrítið sóknarleikur svolítið 6-4 finnst mér. Já. Það er bara að fá meira flot og svo koma bara betur á þetta. Já, bara í breiddina. Já. Mæta meira á boltaferð. Já, það er 10 sekundur í fyrirmanninu, við það. Já. Það er ná að hanga lengi á þessu áður en hending kemur upp. Já, þetta er vel gert. Það er konar 5 hérna inn á, Sara kemur inn. Svo kemur hún bara hérna. Verkis fyrir aftur hann línu. Alexandra. Og Birna María kemur inn á. Þór ágætt út úr þessu, eitt skapni fyrir Þór. Og íbrátt með boltan, hendin er komin. Já, það fara bara inn á horninu, lína. Já. Há rétt. Við fáum alveg hrikalega jafnan leikinn Hebbi. Já, það er allan að hann, eins og staðinu núna er ekkert í það eitthvað að fara að stinga af. Nei, bara hægt skor, góða varnir. Já. Góð finta, skiptur hendi í loftinu. Úff, svona víta lykt af þessu. Já. Sennilega þegar við skiptum hendi sem að dömur ekki. Bara mæta boltanum aðeins meiri krafti á. Og varnarleikur. Það er erfitt fyrir í þessu 5-1 að fá flota boltan. Já, það er nú málið. Já. Rosalega þéttar. Það er vel spilað. Já, lína. Enn er það stig á línuna. Já. Þetta er svolítið dýrt. Það hafa svo mikið fyrir að fá færina. Það er mikið synd að vera að stíga svona mikið á línuna. Nákvæmlega. Það tappaði bolti. Skref, þetta er rétt. Ég vil að sjá þetta aftur. Kroos. Það er bara rosalega þétt af varnin Hebbi. Það er lítið skorað í seinni hálfleik. Já, vel losað. Það eru strángir á hlautinu finnst mér. Er þetta 2 mínútur og vítakast allt í lagi? Já, pússið hana, hárrétt. Þetta er ekki lagi. Ég dreg ormið tilbaka. Þetta er hárrétt. Það var á algjör óþörfi. Já, klaufarlegt. Fimmta mark. Já. Það verið mikið færri hérna stelpurnar í seinni. Já. Sjálfur sér Kent. Já. Það verður að setja í eina góða sókn og ná góðu skot á marki. Það verður gaman að sjá það.
Herdís byrjar hérna í hægra horninu, kemur svo inn. Þá erum að leita Herdísi. Já, Þetta verður að vera eins báðum megin og það er það. hangir aftan inni. Það voru allt í hennu bæði liðin hann einu færri, eins og einhver stefnum eitthvað sagði árið. Já. Sjáum hvað Káa Þór þeir taka heldur ekki manninn út af markmanninn. Það verður spilað bara dauða frí hérna vinstri horninu. Þetta var einkennilegur varnarleikur. Það var bara alein og dauða frí hérna vinstri horninu. Jæja, kom Eðstúlkur, þetta var verið brass á þeim sóknarlagi til seinni hálfleik. Já, við horninu, dauðafæri og mark. Það er vel spilað. 13-12. Já. Þór. Það er ekki munur. Á þetta. Já, opnast hægra hornið. Þetta var bara sko sláin stöngir inn. Geggja mark. Erfitt að verja þetta? Já, bara ekki hægt að verja þetta. Leysa hérna inn, þetta var ráðleysislegt svolítið. Við verðum bara að segja það. Vel varið, Árni. Mætir vel í hornið. Já, með sitt 5. skot. Það verður að fara að taka þessi skot fyrir utan svo það fái til að opna fyrir lína. Kristín Birta láta til sig taka þetta svolítið hægur skiptinni. Kristín Birta, já, illa að finna boltann. Og varnarleikur. Leysa aftur inn, Alexandra, og aftur tilbaka. Já, það er dauða frí hérna í horninu, þetta er bara ekki alveg á vöndu sending. Já, rétt. Smá svona ráðleysi einhvern veginn í þessum leik hérna, núna á síðustu mínútur. Já, kemur skot, beint á markmanninn. Lína. Gerir þetta aðeins einfaldar fyrir markmanninn ef þetta er bara beint á hann. Já. Og vinstra horn.
Já, lína enn einu sinni. Ég held bara að ég hafi ekki séð dæmda eins marga línudóma í einum handboltaleik. Nei, þetta bara sérstaklega K.A. Þórney. Já. Það verið bara, við farið með ansi marga sóknir svona. Já. Alexander inn á hóttinu góð. Já, hún er að verja vel núna hérna. Já, hún er eiginlega bara svolítið munurinn hérna núna. Já. Í þessu. Það er lítið gengið að skora hérna í seinna leik hjá IBF. Hvað er þetta að skora Heppi? 2 mörk? Já, 3 mörk, 2 held ég. Lítið á þetta. Þetta er eiginlega ótrúlega skrítin sókn. Hann keyrir á þetta. Já. Þarna var einhver skellur. Já, það er fínilega með hann. Já, flott. Hressilega aftan í hana. Já. Hún er að ná að finta það svolítið. Já, það er ekki að ná inn á fótunum sko. Niður. Fyrir þær. Skrítið kerfi hérna einu fleiri. Já, ég er ekki alveg átt að má því að hreinlega bara ekki átt að má. Já, hana. Vel góð hreyfing kannski. Þetta var frábær finta hjá honum, gott skot. Finta hann að herka sér bara upp úr skónum. Það er nú bara svolítið munur í svona hægðum leik sko. Það er alltaf bara fleiri mörk heldur en IBF er búinn að skora í hálfleiknum. Já. Verðar eitthvað að fara að losa nútana hérna sko, nákvæmlega. Alexander kemur á þetta. Það er að gjóta beint á markið. Já. Hún er spræk hérna. Já, hún er svolítið að taka yfir sóknina núna, K.A. Þór, staðan mun á það. Það getur komist í 4 mörk. Já, Bergrós kemur á þetta, glæsileg línusending. Mark. Bríð klara þar á þetta. Rafna fyrir sér nú. Já. Timeout. Sjáum hérna hvað hún ætlar að
Já. Það verður að koma eitthvað viðbörð núna. Og IBF. Já. Jæja. Sjáum hérna. Erum við að fara að sjá Káa Þór taka hennar titil. Já. Eða koma IBF sér aftur inn í leikinn. Já. Já, hættum við þetta færi. Já, og inn. Þarna. Það er Margrét Örlygsdóttir. Viðamark. Það eru komnar full manna þar inn á. 7 mínútur eftir, 3 mörk. Löng sending sem klikkar. Já. Mark núna hjá IBF heldur betur kveiki í þessu. Já, já. Sáum það bara í leiknum áðan að allt geti gerst á lokamínútunum. Já, hanna. Já, vel spilað. Já. Virkar ekki á línunni. Frábær á línunni. Já. Það virðast ná að búa til góða línumenn hana í Eyjum. Já, ákveðna típur. Já. Stóra, sterka línumenn. Já. Gróð. Já, þéttar að fljóta rána eins og flugur. Alveg bara. Það finnur það á IBF-liðnum, það er alltaf að gefa allt í lokinu. Já, það er svona aðeins meiri stemming í þeim. Já. Það voru svona eitthvað daufar á þann. Það betur við ná að kveikið. Það er ósa sterkur Bergrós þetta. Alveg svakalega öflug. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir, hún er svolítið að draga vagnin hjá Káa. Þetta hefði alveg líka getað verið brottvísun. Sjáum hérna að Lydía hefur verið örugg á punktinum í leiknum. Já. Já. Það er ekki breyst. 6 mörk. Helmingurinn á vítum. Síðustu 5 mínúturnar. Nú telur hver sókn gríðarlega mikið. Vel gripið. Nei, ofsalega. Þarna eru dómararnir að gera mistök. Já, hann tekur þetta á sig. Fyrsta skipti í leiknum sem maður sér svona. Það er bara fljótur að flauta þarna. Já. Ótrúlega vel gripið og það verið gaman að fá þetta mark í leikinn. Já. Það er hljótt að fara aftur í þetta sama. Já. Með 6 mörk. Já. Alessandra, hún er að fínan leik. Ég held að sé fyrsta markið hennar í seinni samt. Já. Þetta eru bara 2 mörk. Þetta er allt gest í þessu. 4 mínútur eftir. Vinna boltan núna. Lydía kemur á þetta. Þetta var mikilvægt mark. Já. Hörku skot. Virkilega vel gert. Þjálfarið
11 boltar. Bernhardi Ver kasta fram og hvað? Hver á þetta? Þetta IBVF bolti. Já, það keyra á þetta. Það verða að keyra á þetta núna. Já, vinstra hornið opnast. Víti stígur fyrir hana. Ég held að þetta sé rétt. Fáum ekki endursýningu. Jú, fáum víst endursýningu. Þetta er hárrétt og gott mark. Skoraði með hann. Fyrsta mark. Þetta er alveg á mörkunum að komast í gegnum Bergrós. Já. Mörkunum alltaf. Já, hann keyrir á þetta. Það hörku árásir hérna, þvílík átök í þessu. Mikill barningur eins og við segjum stundum. Getur á réttu stað. Nei. Það er mínútur eftir. 2 mínútur. Hann verður að bíða til flautinu. Mark núna, það fer langt með þetta. Já, það bara fer með leikinn. Já. Kemur hendinu upp. Það eru klókar. Það eru taka sér tími í þetta. Eru bara að taka sér tíma. Já, það er alltaf að sækja á markið sko. Það er nú bara eins og það er en komast lítið áleiðis. Nú hlýtur að vera bara komið að því að skjóta á markið. Þetta hlýtur að vera bara einn sendingheppi eða hvernig á þetta að vera eiginlega. Það er enginn sem nær í boltan. Það er nóg eftir, það þurfa bara að fá mark hérna, helst svona sem fyrst. Sjáum hérna. Og 5 sekúndur eftir. Þetta inn á línuna. Varið. Nú verður það bara að koma að pressa þér. Já. Ekkert annað í boði. Tíminn er stopp. Nei, tíminn er ekki stopp. Svona. Það er vesen á klukkunni. Það mega helst ekkert verið að brjóta hérna í stelpurnar. Þetta er alveg glórulegt brot. Já. Þú verður að leyfa þeim að skjóta. Ólíkindum að það skulle ekki færi 2 metra broti svona þarna. Ég verð nú að segja það. Næsta brot sem í leiknum held ég. Já, ég er bara sammálaður. Bergrós. Þarna líka. Það er alla leið, aftan í það. Þetta er búið. Bergrós er að klára þetta. 4. mark. Það verður góð í seinni hálfleik. 10 sekúndur eftir. Það hefur þurft mark á að nýbæða stelpurnar úr döðafærinu. Já. Það er búið. Háaþór, sveitarmeistari, kvenna. Já. 4. flokki. Vel að þessu komnar. Vel að þessu komnar, heldur betur. Spiluðu hörku seinna hálfleikina. Fá bara á sig 6 mörk. Á trillu við Coca-Cola rampinum okkar. Já.
Ef þú fengir að ráða Jóhann maður leiksins eða kona leiksins? Ég myndi segja að annarkvort taka Örn í markinu eða Lydiu Guðmundsdóttur. Já. Þess að þetta svona Bergrós ekkert langt þar á eftir. Nei. En ekki alltaf valið úr sigurliðinu, er það ekki svona? Eða svona, ekki nema að sé eitthvað sem skarar alveg gífurlega fram úr. Já. Skori 18 mörk eða svo. Já, nákvæmlega. En við kannski leifum bara verðlaunaafhendingunni að rúlla. Ég stelpi þetta með að vera stoltar af sinni frammistöðu. Já. Það gaf allt í þetta og góð stuðningur áhorfenda. Og þetta var leikur allan tíman. Leikur allan tíman og KF Þórstelpurnar höfðu þetta aðeins meiri seglaðið í seinni. Já. Og fengur náttúrulega svo góða markastöðleik í seinna. Já. Muna alveg það. Muna hana. Örnu og varði mikla bolta í lokin seinna áleik. Það er Díana Guðjónsdóttir sem ætlar að afhenda verðlaun. Ég held að verði Lydia. Já, ég segi markmaðurinn, hún Arna Dögg. Vel að þessu komin. Kemur silfurliðið upp. Það þarf að tapa, það er alltaf annar lið sem þarf að tapa í svona leikjum. Það er bara eðli úrslitaleiks. Já. Það er engin tapar í þessu, þú annarkvort vinnur eða lærir. Já. Ég sýnist það líka bara að taka þessu með sóma, eru bara bróðsandi. Já, geta verið stoltar af þessu. Já. Fyrsti titlinn sem fer norður í Coca-Cola-bikarnum í þessari viku. Já. Það var annan séns svo eftir. Já, svo er að hefjast hérna síðasti leikurinn í fjórðalóki. Það er eldri drengir. Já. Káa Afturelding. Yes. Hann helst undirstaða klukkan 16:00. Yes. Það verður hörkuleikur er það ekki? Jú. Ertu með líklega sigurveri þeimleika? Þetta er ekki bara 50-50 eða? Káa sé ekki aðeins sterkari. Já, bara fyrirfram. Já. Ég hlakka til að lýsa því með þér. Já. Við kannski leifum þessum bara myndum á bara rúlla og við drögum okkur aðeins í hlýja. Drögum okkur í hlýja. Já. Já.